Átökin í Mið-Austurlöndum færðust á nýtt stig í nótt þegar Bandaríkjaher gerði loftárásir á kjarnorkuinnviði í Íran. Íranar hóta hefndum en þjóðarleiðtogar hvetja til stillingar. Utanríkisráðherra óttast að átökin breiðist út enn frekar. Hernaðarsakfræðingur telur líklegast að Íranar svari fyrir sig með árásum á bandarískar herstöðvar. Undirbúningur að tvöföldun Vesturlandsvegar Kjalarnes að Hvalfjarðargöngum hafinn. Vegagerðin vonar að hægt verði að bjóða verkið út á næsta ári. Íbúar í Þingholtunum í Reykjavík gagnrýna hugmyndir arkitekta að nýjum húsum sem á að byggja í hverfinu. Þau séu ekki í samræmi við götumynd og stíl eldri húsa. Og íslenskur hampur meðal nærri 1000 plöntusýna sem verða send út í geim með Falcon 9 eldflaug í kvöld. Markmiðið að rannsaka áhrif þyngdarleysis og geislunar á fræin. Gott kvöld. Þjóðarleiðtogar víða heim óttast stigmögnun átaka í Mið-Austurlöndum eftir að Bandaríkin gerðu í nótt loftárásir á kjarnorkuinnviði í Íran. Íran gerði loftárásir á Tel Aviv í Ísrael í nótt og stjórnvöld í Teheran hóta Bandaríkjunum hefndum. Donald Trump sagði frá árásinni í ávarpi í gærkvöld. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Bandaríski herinn notaði B-2 sprengjuflugvélar sem báru GBU-57 sprengjur til árásanna. Þær sprengjur eru þungar og sérstaklega hannaðar til að eyðileggja neðanjarðarbyrgi, svo kallaðir byrgjabrjótar. Hver sprengja vegur 15 tonn og þeim varpað úr 12 km hæð yfir skotmarkinu. Þyngdin veldur því að sprengjan fer alltaf 60 metra ofan í jörðina, þar sem kveikjan sett af stað með GPS-búnaði. Bandaríkjaforseti þakkaði flugmönnunum sérstaklega í ávarpi sínu í gær. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Og Trump hótaði frekari árásum á Íran. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Abbas Arashi, utanríkisráðherra Írans, í Istanbúl á fundi með sendiherrum Arababandalagsins. Hann fordæmdi árásir Bandaríkjana á það sem hann kallar friðsamlega kjarnorkuinnviði Írana og sakaði Bandaríkjastjórnum brot á alþjóðalögum. The U.S. military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran, who will never compromise over their independence and sovereignty. Hann ítrekaði rétt Írans til sjálfsvarnar. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its security, interests and people. Stórs velkomin. Tímasetning þessara árása, kom hún á óvart? Já, tímasetningin kemur á óvart. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði einungis fyrir 2 dögum
að hann ætlaði að gefa sér 2 vikur til þess að ákvarða hvort að Bandaríkin myndu hlutast í þessum átökum Írana og Ísraela. En frá því að þessi átök hófust 13. júní þá hafa verið uppi vangaveltur hvort Bandaríkin myndu stíga þarna inn í. Bandaríkjamenn, þeir fullyrða að þeir hafi náð að eyðileggja þessa kjarnorku innviði sem við erum að ræða Er búið að staðfesta það? Nei, það hefur í rauninni ekki verið staðfest. Talsmaður kjarnorkumálastofnunar Írans sagði reyndar fyrir í dag að það hefðu skemmtir verið unnar á þessum innviðum en hann bætti því við að það væri ekki hægt að eyðileggja þekkingu Írana á því að auðga úran. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin sagði svo síðar í dag að það væru engin merki geislavirkni í umhverfinu þarna í kring. En hver hafa viðbrögð alþjóða samfélagsins verið? Þjóðarleiðtogar væntanlega hafa eitthvað málið að segja. Já, þjóðarleiðtogar víða heim hafa í dag hvatt bara stríðandi fylkingar til þess að ræða saman. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, birti færslu á samfélagsmiðlunum X þar sem hún varar við þessari stigmögnun átaka í Miðausturlöndunum og kallar eftir samningaviðræðum. Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, gerði slíkt hið sama í færslu á X og hann sagðist uggandi yfir árásunum og sagði hættu á að átökin myndu fara úr böndunum. Og undir það hafa bæði Friedrich Merz, kanslari Þýskalands og Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, tekið. Well, we've long had concerns about the Iranian nuclear program and been very clear that Iran cannot have a nuclear weapon. The US has now taken action to alleviate that threat. It is important that we now de-escalate the situation, stabilise the region, and get the parties back around the table to negotiate. Þetta var forsætisráðherra Bretlands Ástrós en íslenskir ráðamenn, höfum við eitthvað heyrt frá þeim í dag? Já, við heyrðum í Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra fyrir í dag og hún sagðist óttast þessa stigmögnun átaka. Já, auðvitað miklar áhyggjur af því að þessi átök stigmagnist og svona átökin þau minnkuðu ekki með atburðum næturinnar og það sem við höfum verið að leggja á við Íslendingar eins og aðrar þjóðir eins og Norðurlandaþjóðir að fyrst og fremst að menn setjist við samningaborðið og beiti diplomatískum leiðum. Hernaður ekki lausnin á þessum átökum í dag. Það getur orðið enn meiri hervæðing sem það sem við viljum alls ekki. Þetta mikil ógn við ríkin og íbúa þeirra sem að búa í Miðausturlöndum en líka fyrir okkur í Evrópu og víðar í heiminum. Í stóra samhengi hlutana að þá eru atburðir næturinnar og síðustu daga, þeir eru vondir fyrir okkur, þjóðir eins og Ísland og aðra þjóðir sem að beita sér mjög fyrir því að alþjóðalög séu virt og það sé farið eftir þeim. Þannig að nú þýðir bara einfallega að það þarf að beita röddinni, það þarf að beita þrýstingi. Þetta voru töluverð tíðindi þessar árásir í nótt Ástrós en svona framhaldið, eitthvað að spá fyrir hvernig það verður? Næstu skref velta kannski svolítið á viðbrögðum Írana. Flestir þjóðarleiðtogar eru sammála að Íran megi ekki auðga úran af illum hug og eru að hvetja ríkin til samningaviðræðna. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna boðaði til neyðarfundar sem hófst núna klukkan 7 og það í 3. skipti sem að ráðið hittist út af þessum átökum. Það hafa líka borist fregnir af því í dag að íranska þingið hafi samþykkt að loka mikilvægri siglingaleið þar sem 20% af gas- og olíuflutningum heimsins fara En sem komið hafa ekki borist neinar fregnir af því að það sé hafa áhrif á heimsmarkaðsverð olíu. En eins og staðinu núna kannski lítið að gera annað en að fylgjast með þróun mála næstu klukkustundir og daga og sjá hvernig þessu framvindur. En við fengum viðbrögð frá Erlingi Erlingssyni, hernaðarsakfræðingi í dag. Mikið magna af skammdrægari eldflugum sem getur beitt og drónum gegn slíkum herstöðvum. En vitanlega það að búa sig undir þannig árásir og þannig að það ekki víst að tjón verði mikið. Það sé líklegasta sviðsmyndin þó skynsamlegast væri að svara ekki og komast þannig undan frekari árásum af hálfu Bandaríkjamanna. Þeir getu framið einhvers konar hryðjuverk þá mögulega í Evrópu, jafnvel í Bandaríkjunum en það tæki lengri tíma að skipuleggja slíkt. Erlingur telur ólíklegt að deiluaðilar láti undan þrýstingi alþjóðasamfélagsins og setjist að samningaborðinu. Mér finnst það mörguleyti líklegt að Íranir fari Norður-Kóreu leiðina. Þeir setji allt kerfið sitt neðanjarðar og þrói kjarnorkusprengju leynilega en gera einhvers konar samkomulag á yfirborðinu og reyni að kaupa sér frið þannig. Þarna sjáum við enn á ný að 19. aldar valdapólitík komin aftur í heimsmálin eins og við sjáum með hernaði Rússa í Úkraínu og nú gerir Trump þessa árás án þess að þessi einhvers konar formlegt tilefni fyrir henni, brýtur stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna
og hefur ekki einu sinni frekar en Íslandsmenn reynt að færa neina sönnur á að Íranir séu nálægt í að þróa kjarnorkusprengju. Þannig að það mikið áhyggjuefni fyrir ríki sem treysta á lög og reglur í alþjóðakerfinu. Og þá snúum við okkur að öðrum fréttum. Maður sem stunginn var með hnífi í Reykjanesbæ í fyrrakvöld enn á spítala og ástand hans sagt alvarlegt. Grunaður árásarmaður var handtekinn á höfuðborgarsvæðinu í gær og síðan úrskurðaður í gæsluvarðhald. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum vill ekki veita frekari upplýsingar árásina að svo stöddu en segir að rannsókn málsins miði vel. Annar áfangi í breikkun Vesturlandsvegar hefst árið 2027 frá Varmhólum að Hvalfjarðargöngum en aðeins ef verkefnið verður hluti af samgönguáætlun í haust. Fleiri akreinar yrðu á nýjum Vesturlandsvegi en áætlað var því það reynist ódýrara í framkvæmd. Unnið að tvöföldun Vesturlandsvegar Kjalarnes sem hluti hringvegarins. Fyrsta áfanga lauk 2023 og undirbúningur annars áfanga hafinn því búið að fergja hluta leiðarinnar með jarðefni. Þá fyllt upp í mýrina 3 til 4 metra og efni látið síga í 11 til 18 mánuði til að mýrin þétti sig og vatnið leki úr henni. Við stöndum hérna á mýri sem skilst mér alveg jafnvel 15 metra djúp og ef við myndum ekki fergja og færum að byggja veg strax á það myndi hann bara einhvern veginn hrynja ofan í mýrina. Með framkvæmdinni verða akstursstefnur aðskildar til að auka umferðaröryggi. Vegurinn sá 3. umferðarþyngsti á landinu utan þéttbýlis. Umferðin eykst eiginlega ótrúlega mikil. Við erum að tala kannski 3 til 5-6% á ári sem gríðarlega mikil aukning. Þar að það verði ekki þessir árekstrar sem bílar kæra hver á móti öðrum. Þú getur ímyndað að vera á 90 km hraða og báðir á 90 km hraða þá verður það gríðarlega öflugur árekstur og til viðbótar við það að aðskilja akstursstefnu þá erum við auðvitað líka að losa okkur við öll þessi gatnamót sem kom inn á þessu umferðarmiklu vegi sem mjög hættuleg. Til stóð að vegurinn yrði 2 akreinar á móti einni. Þá kom í ljós að ef við færum að grafa frá veginum til þess að byggja að honum að þá fór hann bara að hrynja. Þannig að það var í raun og veru ódýrara að byggja 2+2 veg hérna heldur en 2+1 veg. Þannig að þetta verður þessi fíni 2+2 vegur alla leið að Hvalfjarðargöngum. Og ef verkefni verður sett í forgang í samgönguáætlun í haust. Þá ættum við að geta boðið þetta verk út á næsta ári og jafnvel hafið framkvæmdir einhvern tímann á því ári. Hampfræ frá Íslandi verða meðal plöntusýna sem send verða út í geim með Falcon 9 eldflaugi í kvöld. Þetta fyrsta tilraunin til að senda og endurheimta plöntuvefi og fræ af sporbraut jarðar. Metapa Hernig landbúnaðarsérfræðingur sem sérhæfir sig í plönturækt og þá sérstaklega hampplöntunni Cannabis sativa sem hún hefur rannsakað í 15 ár. Þegar kom að því að velja plöntu til að senda út í geim var hún sannfærð að hampurinn væri besti kosturinn. It's a really hardy plant, so it can grow really good in different hardy conditions, extreme conditions, from the desert to cold places, and it can do the yield, not just to germinate, but it can produce a yield readily fast. It's a plant that can provide a lot of different material for different kind of use. From food to textile, we can make wood products out of it, and it's the best medicine that we can have. 980 líffræðilegum sýnum verður skotið á loft frá Vandenberg herstöðinni í Kaliforníu í kvöld með Falcon 9 eldflaug SpaceX. Þegar komið út í geim verður geimfarið Mission Possible sett á sporbraut í rúmlega 500 km hæð. Þar mun það fara 3 hringferðir jörðina. Að því loknu snýr geimfarið aftur til jarðar og lendir í sjó nálægt Hawaii. Björgunarteymi mun sækja geimfarið og tryggja að sýnin verði geimt og rannsökuð vandlega eftir ferðina. Ef allt gengur að óskum verða fræin send aftur til Íslands í haust til frekari rannsókna sem vonast til að verði í samstarfi við Landbúnaðarháskóla Íslands. So what we hope to achieve with this mission is to put biological samples, different kind, under the stress of microgravity and radiation.
And hopefully we're going to get the seeds back that germinates. And if this would be the case, then we would have hemp growing on Iceland that was out of Earth's orbit. Þá til heim og til Noregs því fyrsta kolefnisföngunarverksmiðjan þar í landi hefur hafið starfsemi. Hún fangar eingöngu kolefni úr einni steypuverksmiðju og svo fyrsta sinna tegundar í heiminum sem gerir það. Kolefninu verður svo dælt niður á hafsbotn. Så dette betyr at vi kan vise verden at det går an å fange, lagre CO2 på en trygg måte. Það var mikið dýrðið þegar verksmiðjan sem hefur verið í prófunum frá því fyrir jól var formlega opnuð, meðal annars af viðstöddum Hákoni Krónprins. Verksmiðjan tengd sérstaklega við steipuframleiðslu Heidelberg Materials í Brevik, sem losar mikið af koldíoxíði. Ferlið þannig að kolefnið fangað úr útblæstri steipuframleiðandans og sett í tankaverksmiðjunar í fljótandi formi. Þaðan það flutt í sérstakt skip sem siglir með það til Øygarden, þar sem það flutt í aðra tanka og dælt þaðan út á haf og 2,6 km undir hafsbotn. Með þessu á að fanga og farga alltaf helming útblástusins úr steypuverksmiðjunni, 400.000 tonn af koldíoxíði á ári. Það á við útblástur 200.000 einkabíla. Til samanburðar hefur Carbfix dælt rúmlega 100.000 tonnum af kolefni í jörð hér á landi á 10 árum, samkvæmt heimasíðu fyrirtækisins. Orkufyrirtækið Equinor sér dælinguna í Noregi. Og så jobber sånn som Equinor nå med en rørledning, en CO2 highway fra Europa til norsk sokkel, sånn at vi kan lagre CO2 fra Europa på en trygg og god måte på norsk sokkel. Hvenær það kemur í gagnið fari eftir því hvenær önnur Evrópulönd verði tilbúin að fanga kolefnið, en stemt að því árið 2030. Og steipuframleiðandinn segir eina ókostin við steipuna nú farin. It is very versatile, it is 100% recyclable, and now it comes with this innovation with a zero carbon footprint. Íbúar í Þingholtunum í Reykjavík gagnrýna nýjar byggingar sem rísa við Þingholtsstræti og Ingólfsstræti. Þeir telja mikilvægt að raska ekki gömlu götumyndinni, en arkitektar húsanna segja óþarfa að endurtaka það sem áður hefur verið gert. Við Þingholtsstræti 21 stendur til að byggja ofan á hús sem 100 ára grunnur og svo annað bakhús sem stendur við Ingólfsstræti. Þar telja íbúar að sé frábært tækifæri til að byggja í anda gömlu húsana í Þingholtunum eins og sést á neðri myndinni og hafa mótmælt þeirri tillögu sem batteríið arkitektar hafa lagt fram og sést hér ofar. Minjastofnun meðal þeirra sem gert hafa athugasemdir við útlit nýju byggingarinnar og telur að betur færi á að hún fylgdi gömlu götumyndinni. Íbúar benda á að hér sé kjörið tækifæri til að fara sömu leið og í öðrum borgum, til dæmis í gamla bænum í Stokkhólmi, þar sem skylt að byggja í gömlum stíl. Við teljum að hér í Þingholtunum ríkir ákveðin staðarandi og einkennandi hús fyrir þetta svæði eru þessi timburhús, sveitser stíl og þessi bárujárnshús sem að hafa einkennt þetta miðsvæðis hverfi og við teljum ekki að þó það séu til nýrri hús og einhver funkishús sem hafa verið byggð eftir þann tíma að það afsaki endilega það að byggja eitthvað sem ekki í samræmi við götumyndina. Þórhallur segir að það skjóti skökku við að arkitektar sem hönnuðu nýja miðbæinn á Selfossi skuli nú vilja nýjan stíl í gömlu Reykjavík. Arkitektarnir eru því ósammála og segja að mikilvægt sé að segja sögu byggingalistar með nýbyggingum enda margbreytilegur byggingastíl við Þingholtsstræti og heiðarlegra að taka mið af húsunum. Við viljum ekki endilega apa eftir því sem hérna heldur taka frekar hlutföll ákveðin skala í húsunum, það að segja skala á gluggum og öðru slíku og segja þannig sögu byggingarlistar og vera þá að bæta frekar við heldur en að vera að endurtaka það sem hér hefur verið gert. Jónsmessu var fagnað að sænskum og íslenskum sið á Árbæjarsafni í dag. Þjóðdansafélag Reykjavíkur sýndi íslensk dansspor og einnig var boðið upp á hringdans og samsöng. Gestir gátu líka búið til sinn eigin höfuðkrans og skreytt miðsumarstöngina. Jónsmessa haldin hátíðleg á Íslandi 24. júní en miðsumarshátíðin í Svíþjóð venjulega haldin í kringum 19. til 27. júní.
Ára veðurspáin. Það verður lægðagangur suður af landinu næstu daga og vindátt því lengst af austlæg í komandi viku. Skýjað verður að mestu leyti og úrkoma öðru hverju og á það við flesta landshluta. Hitatölur verða með ágætum sunnan og vestanlands en öllu svalara verður úti við norður- og austurströndina. Nánar þetta að loknum íþróttafréttum. Lárus Orri Sigurðsson sem í gær var ráðinn þjálfari ÍR segir að samstillt átak þurfi til að snúa við gengi liðsins. Það held ég engar töfralausnir sem maður getur bara sett á þetta. Það bara að mæta svæðið, mæta í vinnuna, sjá hvernig staðan Við kíkjum á árlegt miðsumarsrall þar sem mögnuð tilþrif sáust. Og við kíkjum í baksýnisspegilinn og skoðum áður óséð myndefni sem þrístökkarinn Vilhjálmur Einarsson tók á Ólympíuleikunum í Róm sumarið 1960. Íþróttir hér rétt handan við hornið. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði sem fréttatíma. Átökin í Mið-Austurlöndum færðust á nýtt stig í nótt þegar Bandaríkjaher gerði loftárásir á kjarnorku innviði í Íran. Íranar hóta hefndum en þjóðarleiðtogar hvetja til stillingar. Utanríkisráðherra óttast að átökin breiðist út enn frekar. Hernaðarsakfræðingur telur líklegast að Íranar svari fyrir sig með árásum á bandarískar herstöðvar. Undirbúningur að tvöföldun Vesturlandsvegar Kjalarnes að Hvalfjarðargöngum hafinn. Vegagerðin vonar að hægt verði að bjóða verkið út á næsta ári. Íbúar í Þingholtunum í Reykjavík gagnrýna hugmyndir arkitekta að nýjum húsum sem á að byggja í hverfinu. Þau séu ekki í samræmi við götumynd og stíl eldri húsa. Og íslenskur hampur meðal nærri 1000 plöntusýna sem verða send út í geim með Falcon 9 eldflaug í kvöld. Markmiðið að rannsaka áhrif þyngdarleysis og geislunar á fræin. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má lesa á ruf.is allan sólarhringinn. En við kveðjum að sinni, verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Systraslagur, saga kvennalandsliðsins. Heimildaþættur íslenska kvennalandsliði í knattspyrnu, upphafsár þess og sögu, sigra og ósigra. Veislan, Eyjar. Sverrir Þór Sverrisson, betur þekktur sem Sveppi, og Gunnar Karl Gíslason, Michelin-kokkur, ferðast landið og kynnast matarmenningu þjóðarinnar. Í þriðju þáttaröð veislunar leiða þeir félagar áhorfendur í ævintýraferðir hinar ýmsu eyjar. Framúrskarandi vinkona. Fjórða og síðasta þáttaröðin ítölsku vinkonurnar Elenu og Lílu sem eru nú á fullorðinsaldri og lifa ólíku lífi. Skjálfti, íslensk bíómynd frá 2021. Saga vaknar á Klambratúni eftir flóðakast og man lítið sem ekkert hvað gerðist í aðdraganda þess. Í kjölfarið kom upp á yfirborði minningar sem Saga bældi niður sem barn. Með aðalhlutverk fara Anita Brím, Edda Björgvinsdóttir og Jóhann Sigurðarsson. Íslandsmóti í hestaíþróttum fer fram á Brávöllum á Selfossi og þann 29. júní verður keppt til úrslita í öllum helstu greinum og þar jafnframt síðasti